Anna Björk. Við færum bara tíhúin. Benjamin voru að fara úlpu líka. Heyrðu, ég vil goppa þeir. Já, ég vil steikja menn. Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Góðan daginn á kaffibólla. Þetta? Ég skal passa það. Herru, krakkarnir að fara í leikskólann. Annars verður þetta heldur bara áhugaverður dagur í dag. Upp og sí. Ég var yfir upp það. Herru, við ætlum að byrja á því að fara í Sorpu. Krakkarnir eru komin í leikskóla. Já. Það verður kósí dagur. Stútfullur bíll. Peppuð. Það er nefnilega smá breytingar. Það er smá að gerast. Svo ég á eftir að segja ykkur og láta ykkur vita. Þannig er vegna COVID. Eins og við öll vitum þá er COVID. Og ég get stillt myndavélni einhvern veginn. Þetta tók ekki standinn með þrífótinn sko. En já, vegna COVID þá hefur ljósmyndunar vesenni mitt, eða það sem ég hef verið að gera í hálft ár, það hefur svona það hefur aðeins dottið út bara út af COVID, skiljið, og það er bara þannig. Þannig að ég ætla núna að breyta til og ég ætla að setja rútínu aðeins í líf mitt. Svona. Ég er að kveikja hérna á. Það sem ég er að fara að gera á morgun, föstudag, er eftirfarandi. Ég verði eiginlega að hækka ykkur aðeins upp. Ég get ekki, minnst þið vera svo lágt niðri. Ef við gerum svona, tökum þessa ruslatunnu hérna. Svona, þetta er aðeins skára. Já, planið mitt á morgun, föstudag. Þegar þið eru að horfa á þetta, ef þið eru að horfa á þetta, svona. Sko, planið á morgun er, ég ætla að taka til inn í stúdíói. Stúdíói er eiginlega orðið ruslakista / æfingaraðstaða. Núna ætla ég bara að minnka ruslakistuna en halda æfingaraðstöðunni. En ég ætla að nota þetta meira sem, ég ætla að reyna að virkja aftur skúrin sem vinnuaðstöðu. Þannig að á daginn þegar ég er búinn að vakna, þá verður planið þannig að ég vakna á mótana, fer með börnin í leikskóla, kem heim, byrja alltaf á því að fá mér eitt kaffibolla. Svo ætla ég bara að hingað inn. Morgun til dæmis ætla ég bara að græja allt, gera þetta þægilega vinnuaðstöðu og svona umhverfi ég nenni að vera hérna. Eða skilurðu, það hvetur mig í að vera hérna. Getur verið að ég þurfa að fara í einhverju búðir og versla eitthvað til að hjálpa mér að búa til þetta umhverfi sem ég langar að fá hérna inn. Planið verður, þegar það er orðið tilbúið, þá verður það bara alltaf þannig, þegar ég vakna, fer ég með börnin í leikskóla, kem heim, fæ mér kaffibolla, kem hingað, upplóta, tek allt myndefnið sem ég tók upp, yfir daginn, í gær, eða daginn áður, setja það í tölvuna, vinna það, upplóta það á netið og svo byrja ég daginn og læti þetta bara rúlla. En það sem ég ætla að gera líka er að ég ætla að festa einhver tíma dags. Ég ætla ekki að gera þetta helgar, alveg bara ekki. Þá ætla ég að livestream á TikTok. Það er að virkja þann aðgang meira. Ég er alveg með sturlaðaslega mikið að fylgjendur þar miðað við mig, skilurðu. Og ég ætla að reyna að tengja YouTube og TikTok
láta að vinna svolítið saman. Það svona það sem ég langar að gera. Á það eftir að bitna á Snapchat og Instagram, örugglega, ég veit það ekki. En þessi tveir plattformar langar mig að halda utanum. Ég ætla að reyna eins og ég get, þeir sem eru að fylgja mér á Snappinu líka. Ég ætla að reyna að vera þar líka virkur. En hérna, já, þetta bara svona umhverfi sem ég langar að vinna. Vona ég svo innilega að þetta COVID fer að hætta, svo ég get farið að gera það sem mér finnst gaman að gera. Mér finnst gaman að taka myndir og mér finnst gaman að vinna þér og mér finnst gaman í því öllu, en það bara einhvern veginn þannig að hérna, það ekkert að gera. Bara rosa heilt svar. Og ég er búinn að fá nóg, ég er búinn að leiður á því að vera bara rólegur. Þannig að nú, ég er búinn að virkja hérna heimasíðuna Njótu lífsins. Þið ættu að kannast við það, þeir sem eru búin að fylgja mér hérna sem mest hér inn á YouTube. Já, njótulífsins.is. Og ég búinn að panta aftur stóra sendingu með fatnaðinn og þeir sem hérna hafið áhuga og viljið styrkja það sem ég er að gera og hjálpa mér að gera það sem ég er að gera. Hvet ykkur í að fara á njótulífsins.is og fjárfest ykkur í bólum sem við erum að byrja með að sölu núna. Það er forpöntun núna, en ég fæ vörurnar í hendurnar. Hann talaði í næstu viku og ég læt allur fatnaður, það sem munurinn er, það sem við erum að gera núna, það sem við gerum seinast er að ég let merkja allt erlendis, út úr útlöndum og let flytja það heim og þá gat ég afhent vörur. Núna er þetta þannig að ég læt allar vörur eru til á Íslandi, þær eru merktar á Íslandi, svo fæ ég þær. Þannig að boðleiðirnar eru styttri, gerir þetta miklu ódýrara og það er ástæðan fyrir að til dæmis hérna, nú ætlum ég bara að fara á netið og fara á njótumlífsins.is. Þetta er sem heimasíðan. Og hérna, ég ætla bara að byrja á, sem sagt, bólum, svarti bólum með hvítri merkingu. Við förum bara í hérna, forböndum fyrir yngra lið. Þá sjáu þið hérna size, ég veit ekki hvort hún zoomið á þetta, hérna size, ég er svo lélugur. Þar getið þið farið, þú veist, 3 til 4 ára, 5 til 6 ára, 9 til 11 ára og þá er það stærð 140 og þetta er sem sagt unisex bólir. Þeir sem sagt eru bæði fyrir stráka og stelpur. Þetta er bara eitt snið, bara svona universal unisex bólir. Bæði sem sagt fyrir stráka og stelpur, bæði fyrir börn og fullorðna. Og hérna verðið á þessu, með minnir, barnabólinir, bara fyrir yngri kynslóðina, segjum það bara þannig. Þeir eru undir 3.000 kall, þeir eru 2.990 stykkið. Og ef þú býrð á höfuðborgarsvæðinu þá skuttla ég samdægurs heimtíðin með bólinn, skilur, og setja í lúguna þær. Það er á 4.500 kall stykkið og alveg eins heimsending á höfuðborgarsvæðinu er frí. En auðvitað sendi ég með pósti, ég held með minnir að senda með pósti sér 280 kall. Þá setja ég á umslag, skilur við. En þetta er startað, það er hægt að panta núna á netinu. Eins og er hægt að borga með millifærslu inn á reikningi hjá mér eða með kass og aur. Ég ætla að leyfa þessu að stækka aðeins meira og þá mun ég opna fyrir það að það sé hægt að greiða bara með kortaupplýsingum á netinu og þá er það undir einhverju fyrirtæki sem ég man ekki. Þetta er sama fyrirtæki og fyrirtæki sem við hjá sesi.is erum að nota. Anita, við eigum sesi.is og það er eins allavega. Það kemur allt með tímanum en við ætlum að byrja þetta svona og já, ég get staðfesta að bólirnir
eru miklu betri en voru seinast. Merkingarnar eru miklu betri. Þú veist, það er líka bara einhvern veginn miklu þægilegra að versla við íslenskt fyrirtæki sem framleiðir bólina fyrir okkur, út af því að ef það er eitthvað sem við erum ekki sátt við, bæði ég eða þið, þá er miklu auðveldara að fara í íslenskt fyrirtæki og segja bara, hei, þetta er það sem er að, getum við lagað þetta eitthvað, eða þú veist, getum við gert eitthvað öðruvísi, í staðinn fyrir að vera að tala við fyrirtæki sem er erlendis og þeim er alveg sama eitthvað frá Íslandi, ef þú skilur hvað ég meina. Þannig að þetta er mjög spennandi og muniði vonandi fá að sjá meira af njótum lífsins, bólunum og því lífsmottói sem við öll ættum að taka okkur upp, sérstaklega núna út af þessu blessaða COVID. En ég er búinn að tala nóg, ég ætla ég veit ekki alveg hvort að ég ætla að halda áfram eða bara enda þetta núna, en ef ég skyldi enda þetta núna þá ætla ég bara takk æðislega fyrir áhorfið, afsakið hvað ég er búinn að vera að detta út og byrja og eitthvað. Málið er bara að núna eru nokkur mál búin og ég get byrjað aftur. Sett allan fókus, afsakið. Nú ætla ég bara að setja allan fókus í þetta og hvet þig enn og aftur að fara inn á njótulífsins.is, hjálpaðu mér að geta gert það sem mér langar að gera og það sem er basically að taka upp, búa til content og bara já, þannig ég ætla bara að enda þetta núna. Takk æðislega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.